Bartoszek, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að þakka varaformanni sérnefndar og öllum öðrum í sérnefnd kærlega fyrir gott samstarf með þessar tillögur. Þetta hefur verið góð vinna. Nú, ég sé breytingar frá Silju Báru Ómarsdóttur sem er gott að hafa fyrir framan sig í þessari umræðu. Nú, það er auðvitað svo að ef að líkt og til dæmis hér stendur í skýringunum við til dæmis valkost 1 ef þessi tillaga fram gæti skapa kröfum Ísland segði sig úr Atlantshafsbandalaginu. Það er auðvitað hægt að skilja þetta nokkuð marga vegu. Það er hægt að leggja inn það skilning að það til dæmis að taka þátt í varnaraðgerðum sé ekki endilega fallist í því að fara á stríðir hendur öðrum ríkjum. Og svona þegar ég hef lesið gegnum rökstuðning Silju þá kannski nú ekki endilega svo langt á milli okkar þó svo að ég reyndar telji að vera okkar í Atlantshafsbandalaginu hafi verið alla tíð góð ákvörðun og ég vil ekki opna á ákvæði sem geta einhvern veginn dreigð ef að réttmæti þess að við séum þar inni. En það er sjálfsagt að ræða þessi mál og sjá hvort við getum komist að einhverju niðurstöður. Varðandi þennan stuðnings við hernaðaraðgerðastríð þá verðum við að lesa svona hugsa eins í hvað það hefur í för með sér. Það hefur náttúrulega aðalega í för með sér svona það eru ýmsir hlutir sem getur gert en ég ætla að hugsa notkun á okkar flugvelli þegar að slíkar aðgerðir í gangi og persónulega þá finnst mér það ekki vera röng ákvörðun að hjálpa til og leyfa öðrum þjóðum að nota þann flugvöll til dæmis þegar á að reyna að koma í veg fyrir þjóðernishreinsanir á Balkanskaga annars staðar. Það er bara mín skoðun, ég líti ekki endilega á sem 100% pasifisma sem alltaf rétta siðferðislega ákvörðun í því tilefni. En við skulum endilega ræða þetta bara vel, nefndin tekur þetta til umfjöllunar og skoðar málið og með hliðsjón af vera okkar í öllum þeim bandalögum sem við erum í. Nú varðandi aðra þriðju grein sem kemur að framsal ríkisvalds og því sem Vilhjálmur nefndi, þá er gott að þetta komi fram. Það kannski væri hollt að setja EES-samningin í gegnum þetta ferli sem við erum hér með því að menn hafa haft að einhverja áhyggjur af því hvort allir samningar sem felist einhvers konar framsal þurfi að fara í gegnum þriðju grein og þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú, ef að þessar greinar hefðu verið í gildi þegar að sú umræða fór fram, þá verið þetta ríkisstjórn væntanlega álykta svo eins og hún gerði á sín tíma að EES-samningur fæli ekki í sér beinlínis framsal á ríkisvaldi. Nú ef að minni hluti þings hefði verið á annarri skoðun þá hefði hann geta borið það mál undir annarkvort lögréttu sem er ráðgefandi nefnd eða ef þetta næði fram á ganga þá undir sérskipan Hæstarétt samkvæmt þeim tillögum sem við erum með. Þaðan hefði komið niðurstaða hvort þetta teldist vera framsald á ríkisvaldi eða ekki. Nú ef þetta teldist framsald á ríkisvaldi þá hefði þetta þurft að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu ellegar ekki. Að auki eru þetta ekki fullklárað tillögur það hvernig standa beri að þjóðaratkvæðagreiðslum ef að nefndin og ráðið kemst að þeirri niðurstöðu að lagafrumvörp megi, minni hluti þings eða eitthvað hlutfall þjóðar megi kalla á það að lagafrumvörp fari í gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu, þá auðvitað þarna komin farvegur fyrir öll mál sem eru þess eðlis að krefjast þingssamþykktar á annað borð að setja þau í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að fyrir því ákveðið hlutfall þingmanna eða kjósenda. Þannig ég ætla aðeins að árétta það og útskýra það. Í rauninni þá hefur það ekki verið skilningur íslenskra stjórnvalda neitt sá samningur sem við höfum gert ennþá hafi krafist væntanlega framsals eins og felst í grein 3 hingað til. Hún allar geta fallið undir grein 2 eins og við leggjum hana upp. Það er allavega minn skilningur. En takk fyrir.